Við höldum áfram með föstudagsþáttinn, það auðvitað kominn febrúar sem þýðir að ferðasumarið handan við hornið. Annað sumarið í röð munu margir Íslendingar ferðast innanlands og til þess að fræðast aðeins betur það kominn hingað Arngrímur Viðar Ásgeirsson til þess að segja okkur af hverju við ættum að ferðast austur. Þið hafið verið að bjóða upp á lúxus, gönguferðir og alls konar. Velkomin í þáttinn, Arngrímur. Takk fyrir að hafa mig. Það eru margar ástæður til að fara út í náttúruna. Já. Og stundum gott að fara aðeins að heiman. Og við svona, náttúrulega síðasta sumar fengum við mikið af Íslendingum sem voru rosalega hamingjusamir að heimsækja Austurland. Það ekki? Og við svona reyndum að kryfja þetta og ég held að skýringin sé sú að sumum líður eins og þeir séu komnir til útlanda þegar þeir koma til Austurlands. Já. Af því að þeir þekki ekki svæðið og það kemur eiginlega alltaf óvart. Já, vissu kannski bara ekki að Austurland væri þarna einu sinni. Jú, það er náttúrulega heyrt einhver kennileiti og einhver og hvað þýðir þetta og heyrt einhverja firði og einhver fyrirtæki en sko upplifunin náttúrulega tengd náttúrunni. Já, já. Og til þess að upplifa Austurland þá þarf maður að fara út í náttúruna. Já. Og við settum upp í fyrra það sem við köllum lúxusgönguferðir. Og lúxusin var einfaldlega það að þú dvelur á hóteli á Borgarfirði eystra og það sem við erum með í Álfheimum 32 herbergja hótel og síðan fékkstu bara þinn morgunmat og síðan var farið í gönguferð með leiðsögn og þú komst bara heim í þitt herbergi og fórst í þína sturtu og fékkst góðan kvöldmat og gast fengið þér vín eða hvað sem með kvöldmatnum og notið svona dagsins í afslöppun. Já, það sameinar alltaf besta úr bæði villtri náttúrunni og svona þessum lúxus sem við erum kannski orðin vön. Já, þetta svona þjónustu rík ferð og það var kannski eins og ferðin sem fólki hafði bókað til útlanda. Já. Þannig að erlendis viltu bara fá allan pakkan og þú átt ekkert að þurfa að hugsa það hvenær ferðin fer á stað eða hvað leiðsögumaðurinn minn eða hvað er ég að gera í dag, heldur bara viltu fá bara tilbúin pakka og þú ætla bara að njóta. Já, einmitt, af því að það er kannski að síðasta sem þú vilt hugsa í fríinu að hafa áhyggjur hvert á ég að mæta og bara vilt að það sé svolítið haft ofan af fyrir þér. Já, það ekki. Það má allavega taka 1-2 þannig frí, svo auðvitað höfum við gaman að því að skipuleggja sjálf og hafa smá svona flækjustig á ferðinni. Já. En þá getur þú gert það bara fram og tilbaka á Borgarfjörð. Já. Það þarf ekki að gera það á Borgarfirði. Nei, einmitt. Og það er náttúrulega gríðarlega falleg náttúran þannig fyrir austan og væntanlega mjög fjölbreyttar gönguleiðir og svona sem eru í boði fyrir. Já, það er náttúrulega eiginlega ótrúlegt úrval sko og þetta eiginlega, við erum eiginlega átt okkur á því betur og betur hvað þetta er mikil paradís. Þegar við byrjum að byggja upp fyrir 15 árum þá spurði fólk bara af hverju þetta fara að byggja hótel einhvers staðar langt fyrir utan þjóðveginn. Ég meina það eru allir á þjóðveginum. Já. En í dag náttúrulega eiginlega bara krafan orðin sú hjá ferðamönnum, við viljum fara út af þjóðveginum, eða þjóðvegi 1 þá. Af því að við viljum fara á einhvern minni stað sem eru færri ferðamenn og upplifa eitthvað sem í meiri nánd við bæði heimafólkið og náttúruna. Já, akkurat. Það verður einhvern veginn sannari, ef við trúum því held ég kannski að það sé sannari upplifun heldur en þetta sem stendur við þjóðveginn og einhvern veginn svona kannski meiri massi í ferðamennskunni. Það fullt af fallegri náttúru nálægt þjóðveginum og allt það skilur. En stundum viltu bara kúpla því út og það kannski þetta sem að líka upplifunin sem að svona fólki stendur frammi fyrir að það bara út í náttúrunni og það bara friðsælt og það kyrrð og við erum ekkert að æsa okkur, við þurfum ekkert að klára þessa 15 kilometra á 3 klukkustundum þó það sé mögulegt. Nei. Við tökum 6-7 klukkustundir í ferðina. Já. Af því að það eru einhver stopp og það einhverja ástæður fyrir stoppum og öðru slíku að bara skynja náttúruna. Þetta svona heimsókn til heimsækja móður jörð. Já. Það er kannski svona uppleggið. Heldur betur, það hlýtur að vera góð tilfinninga, einmitt eins og þú segir, það fyrir 15 árum þegar þið voru að ráðast í þessa uppbyggingu að svona fólk hafði efasemdir að vera að uppskera svo eftir öll þessi ár. Já, við náttúrulega höfum eiginlega verið með erlenda ferðamenn sem svona 90% af gestum. Já. Og síðasta sumar, við erum bara viðurkenna það, við þýddum ferðirnar úr erlendum tungumálum yfir á íslensku til þess að bjóða frá svo ferð. Já. Þannig að það er svolítið ástæðanlegt, en þannig var þetta bara. Já, því að Íslendingar höfðu bara ekki
haft rænu eða farið meira til útlanda heldur en að ferðast innanlands. Já, eða við höfum ekki haft ræna á að vera í sambandi við íslenska markaðinn. Jú, svo það má líka skilgreina það okkar megin. Sko. Einmitt, þetta er svolítið beggja blands bara. Já, en við erum búin að ná saman núna. Já, og þá er bara að halda því gangandi. Já, við erum með brottfarir alveg frá byrjun júní og út í ágúst með 3 og 5 daga gönguferðum, það sem er svona hótelpakki og það er bara bókalegt á þessu. Við erum með ferðaskrifstofu sem heitir Travel East Iceland og hún skipuleggur þessar ferðir og erum svo með heimasíðu sem er ferðasumar.is og þar bara hoppar fólk inn og bókar og við náttúrulega erum með öll forföll skiluru sem eru skiljanlega ef það kemur eitthvað upp á í COVID eða öðru slíku þá náttúrulega bara bregðustu við því. Já, auðvitað. Og hvernig voru viðtökurnar? Það er náttúrulega allt fullt af Íslendingum og eins og segið það voru einhverjir sem höfðu bara aldrei komið austur. Já, og kannski orðið lúxus fékk einhverja til að koma austur sem ætlaði ekkert að koma austur. Nei, já. Því þessi ferðapakki var bara eitthvað sem hendaði ákveðnum markhópi og sem hafði alltaf farið erlendis og í flottar ferðir út allan heim. Já. Nú var það bara lokað og menn eru svona ekkert að bóka mikið erlendis held ég þetta sumari sko. Nei, ég held að það sé helst einhverjir svona fjárhættu spilarar sem verða að taka sénsinn. En við vonum náttúrulega að það verði frjálsara þegar að líður árið. Já, sjálfsögðu. Brugðið sér í ferð sko. Já, vitaskuld. En þetta er náttúrulega bara best í bland líka. Dásamlegt að ferðast innanlands líka og ég held að margir hafi eins og við erum að ræða bara komist kannski á bragðið með það líka. Já, og það er líka bara svolítið merkilegt sko við líka Borgarfjörð Eystri að þú kemur kannski og þú heldur og sért að koma bara í eitthvað dautt sjávarþorpið eitthvað en Borgarfjörð Eystri á sumrin er eiginlega með meira lifandi stöðum á landinu. Já. Við erum eiginlega með tónleika hverja helgi og það er Dýrfjallahlaup sem er að verða mikið bókað í og við erum með bræðsluna á dagskrá og þannig að það er svolítið aksjón í gangi á þessum stað og þú ert kannski með 100 ferðamenn á svæðinu á sama tíma og þú hittir gamla vini og kunningja og þetta er svona félagslegu pottur sko. Já, algjörlega, það iðar alltaf af lífi. Ég segi það fyrir mig, ég hef bara einu sinni komið austur á Borgarfjörð og til þess að skemmta og mér fannst ég bara eiginlega vera komin til útlanda. Það var svolítið þannig. Já, þetta er alveg sérstök upplifun og hérna við erum með 4 veitingastaði og við erum með góða gististaði og það er spa og það er hjólaleiga og það er skilur kajak og þannig að það er bara margar ástæður til að njóta sko. Heldur betur, það er eitthvað fyrir alla. Og þeir sem vilja fá frekar upplýsingar, þeir geta satt farið inn á ferðasumar.is og orðið sér út þær þar, ekki satt? Jú, eða bara heyrt í mér. Eða bara heyrt í þér, já, akkurat, þetta þarf ekki að vera flókið. Nei, þetta eru persónuleg samskipti og við viljum bjóða upp á þau, sko. Já, frábært, mér líst vel á þetta. Ég hvet alla eindregið til þess að bregða sér austur og land í sumar, þeir verða ekki sviknir af því. Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn, Arngrímur, og segja okkur frá þessu. Velkomin og takk fyrir.